Ísland oft fyrsta landið sem kemur upp í hugan þegar jarðhiti nefndur á nafn. Svo vel Ísland kynnt á þessu sviði að nöfnin tvö í hugum margra samtvinnuð. Þetta hefur leitt meðal annars til þess að Íslendingum hefur verið falið leiðtogahlutverk í jarðhitaleit í Afríku, fyrst að áeggjan Alþjóðabankans, síðar Evrópusambandsins og núna Afríkusambandsins. Fyrsta stóra jarðhitaverkefnið hófst árið 2012 þegar Norræni þróunarsjóðurinn og íslensk stjórnvöld í gegnum Þróunarsamvinnustofnun Íslands samfjármögnuðu verkefnum leitað jarðhita í 13 löndum í austur-afríska Síðdalnum með grunnrannsóknum og hagkvæmnisathugunum á mögulegri nýtingu jarðhita til orkuöflunar. Fyrirtækið Íslenskar orkurannsóknir sér tæknilega framkvæmd verksins og samningar hafa verið gerðir við Burundi, Rúanda og nú síðast Eþíópíu. Ef að maður skoðar gervihnattamynd af Afríku, teknaði utan úr geimnum að nóttu til, þá sker Afríka sig úr að því leyti til að þetta er svartur flötur á yfirborði jarðar. Afríka hefur stórt séð ekki þetta rafmagn og innan við 10% íbúða í Afríku, í álfunni, hefur aðgang að rafmagni. Það er svipað hér í Eþíópíu. Flest lönd eiga í vandræði með að framleiða rafmagn og þurfa að flytja inn olíu eða brenna kolum. Eþíópía er eitt af hinum heppnu löndum. Eþíópía hefur mikið vatn og getur virkjað vatnsaflsvirkjanir og er að því að miklum krafti. En þeir hafa líka ákveðið að það sé viss áhætta í því að tefla eingöngu á vatnið og vilja þess vegna virkja líka í jarðhita á móti til að hafa blöndu af orkugjöfum til að nota í sínu neti. Eins og Engilbert bendir á hefur Afríka löngu verið kölluð myrka álfan, sökum þess að raflýsing í álfunni hefur verið afar lítil og raunar talin ein helsta hindrunin á braut framfara. Orkufátækt Afríku var lítill gaumur gefinni, nú gerist margt á skömmum tíma. Sameinuðu þjóðirnar hafa hrundið af stað átaki sjálfbæra orku, Afríkusambandið er farið að huga nýtingu jarðhita við orkuöflun, Evrópusambandið, þýskir bankar og japanskir og Þróunarbanki Afríku eru farin að leggja fé í jarðhita, svo eitthvað sé nefnt. Þá tilkynnti Barack Obama forseti Bandaríkjanna í sumar orkuátaki í Afríku með fyrirheitum rafmagn fyrir 20 milljónir Afríkubúa fyrir árið 2020. Nú að ógleymdum íslensku verkefnunum með Alþjóðabankanum og Norræna þróunarsjóðnum sem áður voru nefnd og fyrirheitum íslenskra og kínverskra stjórnvalda samstarf á sviði jarðhita. En eru hugsanlega væntingarnar of miklar? Jú, ég held að það sé orðin viss hætta á því að væntingarnar séu komnar fram úr raunveruleikanum og menn gleymi því að jarðhitaleit og nýting er áhættusöm. Það er engin trygging fyrir því að menn finni nægan hita eða nægan vökva til að geta framleitt. Og eins og stundum vill verða í stjórnmálum, þá sýnist mér að stjórnmálamenn og stjórnvöld hafi freistast til að lofa meiru heldur en menn gætu hugsanlega staðið við. Til marks væntingarnar hefur því verið spáð að mögulegt sé að virkja alltaf 15.000 megavött úr jarðhita og veita þannig yfir 150 milljónum manna að ganga því sem næst hreinni endurnýjanlegri orku. Aðeins lítið brot jarðhitans hér í Síðdalnum en nýtt nú þegar, langmest í Kenía, en einnig lítilsháttar hér í Eþíópíu. Löndin í austur-afríska Síðdalnum, sem spanna eina 6.000 kílómetra frá Rauðahafi til Mósambík, eru hins vegar miklu fleiri og þar á meðal öll 3 samstarfsríki Íslendinga í tvíhliða þróunarsamvinnu, Malaví, Mósambík og Uganda. Hin ríkin eru Austur-Kongó, Djibouti, Eritrea, Madagaskar, Rúanda, Tanzania og Zambía.